Megineldstöð er eldstöð þar sem er kvikuhólf undir. Þessi kvikuhólf tæmast eða minnkar kvikan í þeim í eldgosum og svo fyllast hægt og rólega þess á milli. En það eru 30 megineldstöðvar á Íslandi til dæmis. Megineldstöð getur verið ansi stór. Það er yfirleitt einhvers konar eldfjall yfir kvikuhólfinu. Kvikuhólfið tengist svo við möttulinn á einn eða annan hátt og eldgosið getur brotið sér leið upp hér. Eða, eins og til dæmis það sem gerðist í eldgosun í Holuhrauni, þá fann kvikan sér leið 10 kílómetra og kom svo upp einhvers staðar til hliðar. Þannig að eldgos í megineldstöð verða ekkert alltaf í eldfjallinu sjálfu sem er oft yfir kvikuhólfinu, heldur geta orðið á tiltölulega stóru svæði til hliðar. Þetta er vel þekkt á Íslandi þar sem við höfum haft svona smágos hér og þar, jafnvel langt frá megineldstöðinni sjálfri og meira að segja stærri gos líka. Þannig að í grunninn þá er munurinn á venjulegri eldstöð og megineldstöð sá að undir megineldstöðinni er kvikuhólf.